Við ætlum fyrst að tala Írinu Zarutska, úkraínsku flóttakonuna sem var myrt í Charlotte í Norður Karólínu í ágúst. En þá gerðist þetta. Charlie Kirk, stofnandi Turning Point USA og áhrifavaldur á hægri væng stjórnmálana, var skotin til bana í Utah. Og í júní var Melissa Hortman, demokrati og forseti fulltrúadeildarinnar í Minnesota, myrt á heimili sínu. 3 ólíkir einstaklingar, 3 ólík mál. Öll hluti af stærra mynstri í umræðinu kynþátta- og menningarstríð í Bandaríkjunum, glæpatíðni, byssueign og skort á fjármagni til lögreglu og geðheilbrigðiskerfisins. Irina Zarutska, 23 ára, flúði innrásarstríð Rússlands og hafði búið í Bandaríkjunum frá 2022. Hún var stungin til bana í lest. Myndband úr öryggismyndavél fóru í dreifingu á samfélagsmiðlum. Hinn ákærði, DeCarlos Brown, átti langan brotaferil að baki og glímdi við geðræn vandamál á sögn fjölskyldu hans. This monster should have been locked up, and Irina should still be alive. But Democrat politicians, liberal judges, and weak prosecutors would rather virtue signal than lock up criminals and protect their communities. Samkvæmt alríkislögreglu Bandaríkjanna 53 morð framin daglega í Bandaríkjunum. Ástæðurnar fyrir því að mál Írinu vakti athygli voru hversu hrottafengin árásin var, að árásin hafi náðst á myndband og að í myndbandinu sem fréttastöð í Charlotte fékk frá samgöngustofu borgarinnar heyrist sakborningurinn segja þetta. Þar sem hann virðist muldra, ég náði hvítu stúlkunni. If this had been a white on black crime, maybe the Washington Post and the New York Times would have picked it up. I can only say, are you kidding me? This would have been an international story. Samkvæmt ABC fréttastofunni þekktust fórnarlambið og sakborningurinn ekki og áttu engin samskipti áður en maðurinn réðst á hana upp úr þurru. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur kallað eftir því að hann hljóti dauðarefsingu sem leyfileg í Norður Karólínu. Charlie Kirk hélt úti daglegu hlaðvarpi og var virkur á samfélagsmiðlum. Hann var þekktur fyrir rökræður við nemendur ýmis mál á borð við málefni transfólks, trúmál og loftslagsbreytingar. Hann var mjög vinsæll meðal makahreyfingarinnar og nánast eins og rokkstjarna í augum ungs íhaldssams fólks. Hann var sömuleiðis umdeildur og var gagnrýndur fyrir að stuðla að skautun í samfélaginu. Eitt dæmi það voru skoðanir hans á byssueign. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. Hann var að svara spurningum skotárás í Utah-dalnum þegar hann var skotinn til bana. Counting or not counting gang violence. Þetta gerðist í beinu streymi á samfélagsmiðlum. Hann hefði rétt áður skrifað á X Írinu Zarutska að morðið á henni ætti að vera skilgreint sem pólitískt. Say the name Irina Zarutska. Nokkrum klukkstundum síðar var hann sjálfur orðinn fórnarlamb pólitísks ofbeldis. Melissa Hortman, demokrati, var myrt á heimili sínu í Minnesota ásamt eiginmanni sínum fyrr í sumar. Hún var forystukona í baráttumálum eins og vopnaeftirliti, jafnrétti og umhverfismálum. Árásarmaðurinn hafði dulbúist sem lögreglumaður og samkvæmt rannsókn var árásin af pólitískum rótum. Árásarmaðurinn reyndi líka að myrða John Hoffman, annan demokrata sem á sæti í öldungadeild ríkisþings Minnesota. Political violence is the enemy of democracy, and we have an obligation on all sides to fight it at every turn. We must condemn it whenever it arises, wherever it arises. Saman sýna þessi 3 mál að ofbeldi gegn fólki, hvort sem það gegn flóttamanni, áhrifavaldi eða stjórnmálamanni, verða að pólitískum atburðum sem bæði vinstri og hægri öfl nota í umræðunni. Og í öllu þessu flæðir ofbeldi samfélagsmiðla. Ungmenni hafa óheftan aðgang að myndböndum af morðum og aftökum á símanum sínum á milli uppskrifta og dansspora. Where you can click, oh, he's dead. Oh my God, he's definitely dead. Oh my God, I can't believe I just saw that. Oh my God.